Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér að koma hingað. Ég rosalega glöð að við skulum vera að tala saman og taka samtalið. Mér var boðið að koma hingað af þeim sem skipulögðu ráðstefnuna og fyrst að ég kom með míkrafónin í hendurnar þá var mér kannski óhætt að segja frá því að ég var húðskömmuð af prófessor í Háskóla Íslands síðastliðinn föstudag fyrir að halda ömurlegan fyrirlestur. Þannig að ég hugsa að ég geti bara bætt mig núna. Ef þetta verður alveg hræðilega leiðilegt og bara þið getið ekki þolað þetta lengur, þá megið þið fara. Ég skal reyna að taka ekkert sjúklega persónulega, en ég mun samt taka dálítið persónulega. Ef þið heyrir ekki í mér af því að ég get ekki verið kjur, þá verður þið líka að kalla af því að ég ætla að gera svona. Ég kem samsagt frá Landvernd og er framkvæmdastjóri Landverndar og þið þekkið kannski Landvernd öll, eða ég vona það. Þetta eru Landgræðslu og umhverfisverndarsamtök Íslands. Við höfum sögulega rætur í uppgræðslu lands, en eins og þið vitið þá var hérna í byrjun síðustu aldar, Ísland orðið ansi illa farið og tötrum klætt og það var mikið verkefni að græða landið upp aftur og við eigum okkar sögulegu rætur þar og þið þekkið kannski átakið Hreintland, Fagurland, það kom frá Landvernd. Landvernd eru frjáls félagasamtök og það eru einhverjir sem eru ekki með þetta á hreinu. Það eru sumir sem að halda að við séum ríkisstofnun, en það er alveg á hreinu. Við erum frjáls félagasamtök, við erum samtök almennings. Við erum með stjórn sem er kjörin á aðalfundi einu sinni á ári. Hérna eru markmið samtakana sem eru bundin í lög. Það eru náttúru- og umhverfisvernd, endurreist spilltra náttúrugæða sem er þá meðal annars landgræðsla, efnahagsleg og samfélagsleg velferð sem eru okkar markmið og sjálfbærni heima við og hnattræna vísu. Sumir eru rosa veikir fyrir tölum og finnst gaman að sjá tölur, mér finnst það líka gaman, þannig að ég ætla að sýna hérna nokkrar tölur. Við erum með yfir 5.000 félagsmenn núna og fjöldi félagsmanna hefur tífaldast síðan 2011. Þetta endurspeglar þann mikla áhuga sem er í samfélaginu á umhverfismálum. Þetta endurspeglar líka það að við breyttum að þessum aðferð til þess að ná okkur í félagsmenn í staðinn fyrir að bíða eftir að þeir kæmu til okkar, þá spurðum við fólk hvort það vildi vera með og það voru svona margir sem vildi vera með. Okkur þykir eðlilegt að þessi tala tvöföldist á næstu árum til þess að vera sambærileg við það sem við sjáum á hinum Norðurlöndunum. Við erum regnhlífasamtök, þannig við erum með 40 aðildafélög. Stærsta verkefnið okkar er svokallað skólar á grænni grein eða grænfánaverkefni sem að einhver ykkar kannast við sem eiga börn og grunnskólaaldri, en það eru nemendur á öllum skólastigum sem að taka þátt í því verkefni. Okkur finnst við vera óskaplega lítil og krútleg og eftir að ég byrjaði sem framkvæmdastjóri í maí þá gerði ég mig grein fyrir því að það er ekkert öllum sem finnst við vera krútleg. Það eru sumir sem finnst við vera stór og vond, en þið sjáu hvað þetta eru fallegar konur sem að vinna hjá samtökunum. Þessi þarna inn í ringjónum, þetta er allt ungar konur sem að vinna á skrifstofunni. Caitlin, Katrín og Margrét, þær vinna við grænfánaverkefnið, þannig það eru bara Bylgja, Rannveig, ég og Ellen sem að stöndum fyrir hérna öllu þessu vonda og við erum að reyna að vanda okkur og að reyna að eiga frekar í góðu samtali og það er okkar markmið. Þannig sjáum við líka stjórnina, hlutastjórnarinnar sem var kosin á síðasta aðalfundi. Hvernig er ég á tíma, sé ég það hérna einhvers staðar? Já, þannig, 49, nei, ég sé það ekki, 14? Búið með 3 ár, ok, þú ert með þetta hérna, já, snillt. Heyrðu, já, sko, ég er svo oft fundastjóri og hún Grippa frænka ætlar að tala hérna á eftir, Bryndís Sigurðardóttir, hún er móðursystir mín, og ég er rosalega mikil Grippa líka og þess vegna er ég fengin til þess að vera fundastjóri. Ég ber mikla virðingu fyrir fundastjórum og hef mikla samúð með þeim. En ég er alltaf með allt og mikið efni og sem þýðir bara að ég tala ógeðslega hratt að ég reyna bara virðingu fyrir fundastjórunum. Og nú ég tíma ég tala um þetta, ég biðst afsökunar á því. Allavega, það sem að við höfum lagt mikla áherslu hjá Landvernd og þreytumst ekki á að tala er það hvað aðkoma almennings að ákvarðanatöku er mikilvæg. Og það sem að við erum að meina með því er að því fyrr sem almenningur, það eru íbúa og umhverfisverndarsamtök, almenningur og samtök þeirra, því fyrr sem þau taka þátt í undirbúningsferli einhvers verks, framkvæmdar eða starfsemi, því mun betur má gæta hagsmuna almennings og náttúrunnar og tryggja sátt framkvæmdina. Og þetta er mjög mikilvægt
Það mjög mikilvægt að fá boð samráð og það rosalega mikilvægt að það sé einhver hinum einn sem hlustar. Það rosalega mikilvægt að þegar sendt út boð að við viljum fá ykkar athugasemdir að þá sé mark tekið á þeim athugasemdum. Það hluti af ábyrgð náttúruverndarsamtaka í samfélagunum að bregðast við þegar lög náttúruvernd og umhverfisvernd eru brotin. Og þá það hluti af okkar ábyrgð að kæra. Og þetta hefur verið gerður samningur sem heitir Árósasáttmálinn og ég mun tala aðeins hann frekar á eftir. En fyrirrennari minn í starfi sem núna umhverfisráðherra, hann var oft kallaður kærumummi eða kærimummi af því að fólki þótti hann vera ansi kæruglaður, en við erum ekkert að gera þetta ganni okkar, við gerum þetta bara þegar að lög náttúru og umhverfisvernd eru á okkar mati brotin. Ég ætla að tala hérna sjálfbærni og þið eru örugglega öll mjög vel að ykkur í sjálfbærni, en þetta svo mikilvægt hugtak og íslenska þýðingin á því pínulítið villandi. Sustainability á ensku sem að þýðir bara viðhöldun mjög lýsandi. En þessi skilgreining hérna sjálfbæri þróun sem kom fram 1988 að sjálfbær þróun þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóð og fullnægir sínum þörfum. Og eins og þið vitið vonandi öll, en ef það einhver sem að veita ekki, þá ætla ég að taka hérna smá tíma til þess að segja það. Þá hvílir sjálfbærni á 3 stoðum og það samfélag, umhverfi og efnahagur. Og þessar stoðir 3 eru allar jafn mikilvægar og til þess að stunda sjálfbæra þróun þá þurfum við að taka tillit til allra 3 stoðana. Við þurfum að sýna öllum 3 stoðunum væntumþykju og virðingu. Og ég vann áður hjá Landbúnaðarháskóla Íslands. Hæ Ragnar vann líka þegar ég var þar. Og margir íslenski bændur hafa einhvert svona innri skilning á sjálfbærni þegar þeir hugsa það hvernig þeir hugsa landið sitt. Og hérna Heiða Guðný sem bóndi á Ljótastöðum og hún hefur talað svolítið mikið þetta og sýnt þessa hugsun mjög mikið í praxís sem svo að við erum umsjónarmenn auðlindina en við erum ekki eigendur þeirra. Við getum ekki selt land sem á að skaða fyrir okkar eigin fjárhagslega hagsmuni. Og þetta hefur hún demonstrerað mjög skýrt og margir íslenski bændur hafa gert það líka. Það sem þetta þýðir að við getum ekki tekið lán sem við getum ekki borgað tilbaka ef við ætlum að vera með sjálfbæra þróun. Við getum ekki tekið land til notkunar ef við getum ekki skilað því aftur ríku af næringarefnum og af sömu líffræðilegu fjölbreytni eins og var áður og við getum ekki farið út í einhver verkefni sem skilja eftir brotin samfélag. Allt þetta jafn mikilvægt. Hérna annað kvót, þetta málsóttur frá Kenía. Þú ekki fengið landi til eignar frá foreldrum þínum, þú hefur það láni frá börnunum þínum. Og þetta rosalega þægilegt viðhorf til þess að hugsa Mig langar til að nefna örfá dæmi, 2 sjálfbæra þróun og 2 ósjálfbæra þróun. Þessi tóma bryggja þarna, hún á að standa fyrir kvótakerfið, en kvótakerfið að margra mati, sérstaklega erlendis, notuð sem frábært dæmi sjálfbæra þróun. Ég held að ef við skoðum málin nánar þá sjáum við að kvótakerfið sinnti bara 2 stoðum, ekki 3 stoðum. Hún sinnti efnahagslegu og umhverfislegu auðlindunum en hún gekk á og skaðaði samfélagslegu auðlindina sem voru sjávarplássin og svo mannauður og menning sem þar þreifst. Annað dæmi hérna frá Íslandi hitaveituvæðingin. Þetta var mjög sjálfbær aðgerð. Hún sparaði Íslandi mikla peninga þegar ekki þurfti að flytja kol. Þessi mynd þarna, gamla mynd þarna frá Reykjavík og þið sjáu hvað snjórinn þarna svartur. Hún var samfélagslega mjög jákvæð því að innlend hátæknistörf fylgdu meðal annars og var umhverfislega mjög gott bæði upp á það að draga úr sótmengun en einnig var loftslagsafnýtingur sem var þó ekki drifkrafturum fyrir þeirri aðgerð á þessum tíma en það var mjög jákvætt. Eitt dæmi mjög ósjálfbæra aðgerð þrælahald. Þessi mynd þarna af konunum með kyndilinn teikning af Queen Mary sem leiddi byltingu fólks í danskri nýlendu sem voru áður þrælar. Það hefði verið frelsa og ránuð en það hefði enga möguleika aðra en að vinna áfram fyrir danska eigendur plantegra og við sjáum
afleiðingar þrælahalds í Bandaríkjunum ennþá og hvað það klífur samfélagið ennþá og hvað ósjálfbær þróun hefur hræðilegar afleiðingar. Síðasta dæmi sem ég langaði að nefna er menntun kvenna, en þetta er svakalega sjálfbær aðgerð sem hefur verið sýnt fram á að skila samfélögum miklum tekjum. Þessar konur eignast færri börn, það er lægri mæðra- og barnadauði, færri smitsjúkdómar, það er sína ábyrgari neysluhegðun, þetta minnkar fátækt og hungur og fyrst og fremst á stuðlar þetta friði. Kapitalið. Er einhverju fulltrúar kapitalsins hérna? Einhver einn, ok. Gott. Í okkar markaðsdrifna kapítalíska þjóðfélagi tel ég að við getum ekki stundað sjálfbæra þróun nema við endurskoðum það hvernig við vinnum algjörlega ofan í grunninn. Markmiðið í kapítalísku þjóðfélagi er að hámarka fjárhagslegan gróða og til þess að það sé hægt þurfa samfélags- og umhverfisstoðir sjálfbærninnar að líða. Ef að markið er að hámarka gróða munu samfélagslegu og umhverfislegu stoðirnar þurfa að borga. Við sýnum efnahagslegu stoðinni mesta umhyggju og virðingu í núverandi þjóðfélagi. Og það getur leitt til þess að samfélag og umhverfi þau lenda í deilum það hvor þessara stoða á að bera kostnaðinn af því að hámarka gróðan. Hér á landi hefur þetta stundum þýtt að byggðaþróun og náttúruvernd er allt saman í það hver á að borga brúsann til þess að efnahagslegur ábati getur orðið sem mestur. En ég hef hins vegar fulla trú á því að þetta sé ástæðulaust og ef við getum tekið upp hugsunarhátt sjálfbærninnar þar sem öllum stóðum hennar er gert jafn hátt undir höfði er engin ástæða til þess að þetta sé svona. En hins vegar það sem að þarf að gerast til þess að þetta geti breyst er að við þurfum að hafa mjög virkt samtal í gangi. Takk fyrir að fara ekki, mjög glöð. Hvar var ég? Já. Það þarf virt samtal að vera í gangi á milli fulltrúa allra stoða og undir samfélagi er náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur þar sem að fólk miðlar óhrætta reynslu sinni og er ekki tortryggið og það hlustar með opin augu og opin eyru og er opið fyrir nýjum hugmyndum. Það þýðir ekkert fyrir mig að skipuleggja stórt verkefni og segja að já, ég var í sveit í 2 ár þannig að ég er fulltrúi landsbyggðarinnar í þessu verkefni og umhverfisins og það þýðir að ég þarf ekki að leita til fleiri fulltrúa. Ég þarf að leita til raunverulegra fulltrúa fyrir byggðaþróun. Að sama skapi geta framkvæmdaraðilar sem oft hafa efnahagslegu stoðina markmiði sem er oftast hvatinn að framkvæmdum í okkar núverandi kerfi, þeir geta ekki komið fram og sagt að þar sem þeir stundi plokk í frístundum þá séu þeir sjálfur fulltrúar umhverfisins í samráðinu. Dæmi þetta er þarna smá kvót sem ég er með, það er réttlæting forsvarsmanna olíuleita fyrirtækisins Eikon sem var að leita að olíu- og drekasvæðinu og þau héldu því fram að ef að fyrirtækinu tækist að vinna olíu- og drekasvæðinu að þá myndi hún draga úr hnattrænni hlýnun gróðurhúsalofttegunda og þetta er mesta vitleysa sem ég hef heyrt lengi og ég hef heyrt rosalega mikið af vitleysu. En það sem stærsta ógnin sem við stöndum frammi fyrir sem alþjóðasamfélag í dag er hnattræn hlýnun. Og þessi mynd hérna af jörðin okkar sem er búið að vefja snæri utanum og reyna að pakka henni saman er frá bandaríska tímaritinu Time og bandaríska tímariti velur manneskju ársins á hverju ári eins og þau þekkið kannski. Fyrir nokkrum árum valdi tímaritið jörðina sem manneskju ársins eða þá plánetu ársins vegna þess hve mikil og loftslagsbreytingar eru fyrir lífið á jörðinni vegna þess hversu illa fram við komum með hana og vegna þess að vísindalega niðurstöður sem styðja þetta eru svo sterkar. Við vitum af hættinu og við vitum af ógninu og við ógnum okkur sjálfum og við gerum ekki neitt. En nú langar mig að gera smá könnun. Rétt upp hend sem vita hvaða ár þetta var. Ok, enginn. Ok, þá ætla ég að segja ykkur að þetta var sama ár og sjálfbærniskilgreiningin kom fram. Það eru 30 ár síðan þessi mynd var á forsíðu Time. Og hvað höfum við gert á þessum tíma? Við höfum belt út efnahagskerfið okkar, við höfum aukið losun gífurlega og við höfum ekki staðið við samninga að draga úr henni af því að það kostar of mikið. Hér er engin sjálfbærni í gangi og fulltrúar umhverfisins hafa ekki fengið að koma að borðinu. Úps, nú þarf ég að drífa mig alveg rosa mikið.
Sjáu þið hvað ég var flink hérna. Það sem að gerist hjá okkur er nefnilega það að samfélags stöplarnir, þeir minnka, áherslan þá minnkar. En sko það sem átti líka að gerast en ég kann ekki að gera það er að skálinn hann ofan á sem á að vera full af sjálfbærni, hún tiltar svona og það rennur úr henni þannig sjálfbærnin minnkar en ég kunni það ekki. Varðandi þetta samtal þá er Árósasamningurinn mjög sentral. Umhverfissamtök eru oft útilokuð frá ákvarðanatöku, ætla ég að leyfa mér að halda fram og það er mjög ósjálfbært. Og til þess að tryggja aðkomu umhverfisverndarsamtaka þá hefur verið gerður þessi Árósasamningur. Hann á að tryggja aðgang samtaka almennings að upplýsingum, á að tryggja þeim aðkomu að ákvarðanatöku og hann á að tryggja þeim kærurétt þegar að lög eru brotin. Og hann á að tryggja að stjórnsýsla og lagaumgjörð taki tillit til sjónarmiða umhverfisins. Hann var innleiddur hér árið 2011 og hefur lagað málin svolítið, til dæmis með því að setja á úrskurðarnefnd auðlinda og umhverfismála, þannig að samtök almennings geti kært hafi einhver að opna kæruleið. En áður var engin kæruleið opin. Það sem gerðist á Alþingi í síðustu viku með fiskeldisfrumvarpinu sem eru nú orðin lög, var að umhverfissamtök voru útilokuð frá ákvarðanatöku. Landvernd var til dæmis ekki aðili að kærunni til umhverfisverndar, að kærunni til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála varðandi fiskeldið og hefur ekki beitt sér í laxeldismálum þannig að við erum ekki beinn aðili að þessu. En inngrip Alþingis inn í úrskurðarnefndina af fullu afli og algjörlega án aðkomu fulltrúa umhverfisins sett okkur svolítið langt aftur í þessum málum. Og við lítum þetta svolítið alvarlegum augum af því við teljum nú að úrskurðir nefndarinnar séu minna virði þegar hagsmunaaðilar geta fengið Alþingi til þess að grípa inn í úrskurðina. Og þetta eru stjórnsýsluleg vandamál sem ég held að við þurfum að taka tillit til og hugsa okkur betur áður en að við látum þetta gerast aftur. Ég er með 4 mínútur. Mér langar að benda hérna á 2 skýrslur sem við höfum gefið út hjá Landvernd varðandi málefni sem ykkur gæti þótt áhugaverð. Það er annars vegar vindorku og virkjun vindorku á Íslandi þar sem við gáfum út þetta stefnumótunar og leiðbeiningarrit og hins vegar hvaða leiðir væri bestar til þess að tryggja orkuöryggi á Vestfjörðum. Ég ætla líklega bara að endurtaka það sem að Stefán sagði. Ein stór lausn í atvinnumálum er ekki góð lausn til frambúðar og hún er sjaldnast sjálfbær og gerir það að verkum að byggðirnar verða mjög háðar einum stórum aðila. Og þá kemur þetta fræga eitthvað annað og er þá ekkert sem maður má og Stefán fór mjög vel yfir þetta. Ég tók hérna bara nokkur dæmi frábær fyrirtæki og frábæra starfsemi sem að þið þekki nú örugglega betur en ég. Þarna er til dæmis Símaveri sem að Sverrir Símon fyrir okkur í Landvernd. Mörg önnur mjög spennandi fyrirtæki en þetta hérna sem er sérstaklega spennandi og í sambandi við 4. innbyltinguna að það er að fólk á landsbyggðinni getur í raun verið að vinna í Singapúr og þetta kemur fram í stjórnarsáttmálanum alveg frábær kafli þetta að ráðuneyti og stofnunum verði falið að skilgreina störf og auglýsa þau án staðsetningar eins og kostur er. Til þess að þetta geti gengið þá verða innviðirnir náttúrulega að vera í lagi. Það verða að vera almennilega nettengingar og það verður að vera tryggt rafmagn. Meðal annars. Hérna var talað að það væri, hér er oft talað að það sé skortur á rafmagni. Mér langar bara að birta þessa tölu það hverjir það eru sem að nota rafmagni okkar og það eru stórfyrirtæki sem að nota langmesta rafmagninu. Þau eru listuð þarna upp. Allt annað eru sem sagt allur opinberi geirinn, öll heimili, öll fyrirtæki sem eru önnur heldur en þessi þarna sem að þarna eru talin upp. Og þið sjáu kannski þarna að risastórir notendur eru dálítið mikið á suðvesturhorninu. Og mér finnst þetta sýna það að það er engin þörf á því að virkja meira, við þurfum bara að dreifa raforkunni betur. Mér langar svo rosalega mikið af því ég á 2 mínútur eftir, er það ekki? Ok, já. Sko, ég er með svo ógeðslega skemmtilegt myndband og ég verð að sýna ykkur það.
Samantektin var rosa mikilvæg, en hérna ég varð að fórna samantektinni fyrir þetta ógeðslega skemmtilega myndband. Þetta myndband var tekið þegar að afi minn og bræður hans 3 byggðu líklega allegedly eina fjölbýlishúsi í sveit árið 1947 eða 8 sem var í Stóra Sandvík í Flóa. Þeir byggu samyrkjubúi, 4 bræður, og mér finnst þetta sýna svo vel hvað við getum gert ótrúlega hluti. Þeir náðu í vikur í fjalli sem var ekki langt undan og þeir steyptu hvern einasta múrstein í húsið sem voru 4 íbúðir sjálfur á svæðinu, og það sem mér finnst svo stórkostlegt við þetta myndband, svo virkar auðvitað ekki myndbandið, ekki þannig? Já, svo virkar ekki myndbandið. Já, ég verð að leika þetta. Ok, fínt. Getum við gert þetta? Sko, þarf að koma músina á skjáinn. Það er þessi samantekt. Veit þess? Þessu. Svo kemur það ekki á skjáinn. Breyta hérna sig. Já, ég veit, en þá sjáum við þetta bara, þetta sést ekki á skjáinn. Já. En ef við gerum svona, flýtum okkur, frá stað. Nei. En ég þakka ykkur fyrir að hlusta og ég þakka ykkur fyrir að fara ekki, og ég ætla að biðja ykkur að hlusta rosa vel á Anna frænku mína, Grippu frænku, sem kemur hérna eftir. Hún er ógeðslega skemmtileg. Og hún kenndi okkur allir í stórfjölskyldunni að elska Flateyri þó við séum öll alin upp hérna á Suðurlandsundirlendinu. Og hérna, gjörðu svo vel, Grippa frænka.